Þetta garður Elsu Arabjarnardóttur og Gísla Sumarleðarssonar. Fallegur garður, snyrtilegur. Vel klippt lynggerði, randagress. Venusökkum upp í veggi. Fallegt lynggerði, sýnist þetta vera úr viðju. Mjög snyrtilega og fallega klippt lynggerði. Randagress. Þennan garð á Ásgerður Helgadóttir, Berugötu 8. Gamall og gróinn garður. Fallegur. Þarna falleg rós. Hansa rugosa.
fallegur garður. Þetta næturhjóla, alveg hérna með frá veggnum. Steinhæð með óhemju miklu blómum í. Þarna túnfífill, venjulegur túnfífill. Bláar stjúpur. Þarna nerlikkur, rauðar nerlikkur. Valmúi. Þarna eru blómarósir, alveg útsprungnar, eigandurnir. Hádegisblóm þarna undir veggnum. Líður auðsjáanlega vel. Ég verðist ekki að vera búinn að átta mig hvað að snúa upp og hvað niður. Þetta veistu. Þetta kaupfélagsstjórahúsið. Mjög fallegur og gróinn garður, stór tré. Þennan þarf nú ekki að kynna. Takið eftir undir limgerðinu þarna er mjög skemmtilegt að setja sumarblómsson undir. Þetta er ilmklungur. Virðist vera fágætt jurt en virðist þrífast alveg prýðilega. Gott í svona hálfskugga. Blómstrar, já ég bæði síðan með rauðu og hvítu. Geysilega falleg blöð á þessu, stór og falleg. Þetta þurfum við plantasöður og nota okkur vel.
Tekið eftir hérna Vafnisviðnum, klifrar hérna undir 2 hæðir, alveg hérna upp undir þakskeggi. Og setja sumarblóm undir Lynggerði. Skemmtilegu garður hana, Helgugötu 1. Hlaðið vegginn hana úr hraunhellu. Það er að gera láta hugmyndaflugir á það bara í garðirkjunni. Venusvagn. Þarna eru stór og myndarleg tré. Brattagata 6. Þetta er verðlaunagarður frá því hitti fyrra. Hvert gafstu blómin? Bara... Vestur í Stykkisholm. Vestur í Stykkisholm? Já. Já. Systir mín kemur. Já, já. Hvað, þú varst með tölvöld mikið fjöleyru, er það ekki? Jú, jú. Ég var með alveg hellinga fjöleyru. Já. Margar tegundir. Já. Það er nú eitthvað eftir. En það er bara þetta og svo norrlandska fjólan bláa, það er eftir eitthvað af henni líka. En það er svona fyrir heiður. Já, það er. Hérna er ljómandi fell og skemmtileg hleðsla. Já, já. Hérna er Burkni, fengið nú Búðarhrauni. Þetta er allt og lítið notað hérna í görðum. Það er alveg dásamlega fallegur. Þannig er það. Líður vel hérna? Já, það er að sjá, ég er búinn að hafa mjög fleiri á það. Já. Það að sjá honum líka ágætlega. Já, já. Það er einhver líkari. Og svo er fjólan einhver. Lynggerð alveg hringinn. Hérna er örugglega fallast steinhæðin í.
Borgarnesi á Tíðaveri. Leita alveg náttúruleg. Alveg náttúruleg. Ég hrökk svo við þegar ég sá því einmitt að Höllu vildi tala við mig. Já. Og ég rauk út sem brá mér svo þegar ég sá því að ég... Þeir eru margir ægilega fallegir garðarnir núna. Er það ekki? Jú. Alveg Ég hef óskaplega. ekkert mátt vera að því að skoða, sko. Þú voru hádegisblómi falleg í gær. Já, og núna? Eru þið búin að opna sig? Já. Já, eru þið margir fallegir? Já. Þannig að maður gefur sér aldrei tíma til þess að fara og skoða. Það er svo margt hérna í steinhæðina, maður. Þyrfti heilan dag til að skoða. Þetta er alveg óskaplega skemmtileg og falleg steinhæð. Alveg náttúruleg. Algjörlega náttúruleg, sko. Alveg náttúruleg. Það er auðvitað taka hérna upp alveg. Er heilan dag og taka upp alla sortir. Það sem gerum ekki nóg að hérna, við skoðum ekki nóg garðana hvort í öðru. Hérna er dvalarstétt, blómabið í kring. Bæði sumarblóm og fjöler, ljós hérna. Það verður flutt stór hrísla. Getið sé hvernig það ganga frá, binda utanum. Svo stór steinn til að vona á rótunum. Þetta er alveg hægt að flytja stærða tré.
Þetta Sparisjóður Mýrasýslu. Það ber svo mikið skugga á blómið þarna. Þarna rauðblaðarós. Íli. Styrkilegt fyrirtæki. Kvöldúrsvöllur, þetta ekki kallað kvöldúrsvöllur? Gróðursetning ekki fyrra, það virðist vera á mjög góðan vegi. Kvöldúrsgata 6. Þetta verðlaunagarður 1980. Það sem ég er búinn að taka voru verðlaunagarðar 1979, nema Kvöldúrsvöllurinn. Hann var viðurkennd núna 1980. Og svo Kvöldúrsgata. Þarna kennir nú ýmsra grasa. Þú hefur ekki myndað neitt garð sem ég átti til nú á ég einn góðgarð. Ha? Nú á ég einn góðgarð. Varst búinn að... Ég kann nú ekki nefna allar þessar sortir hjá henni Dísu. Það er nú veðrið til að sóla sig núna. Þetta hefur maður notað sko, ég búið í allan morgun. Já, í allan morgun? Já, já. Já, ég tók mynd af gorðunum sem fengu sko verðlaun í fyrra. Ha? Nú eru komnir aðrir reyðingar þarna. Ertu búinn að selja? Já. Já, ég veit það. Það er alveg sem það var handaverk annarra. Já, já. Ég tók nú mynd af hana samt í morgun. Ég skil ekki það sem gömur ekki, ég hef ekki séð það lengi. Nei, já, það er náttúrulega.
Nei, það var enginn í húsinu. Nei, þau vinna nú ekki það. Það veit ekki hvað hann var að bera helst niður hjá hann í Dísu. Það er Kvöldhúsgata 5. Miðspill. Góð Lynggerðisplanta. Þarna möl, hellingur. Þetta er Hansarósa. Engin knöppur núna.
tekið 16. apríl 16. ágúst 1980. Þetta er tekið 9. ágúst 1981. Þetta er tekið 9. ágúst 1981. Þarna er postulínsblóm. Garðasól. Þetta er bláberjalyng. Þetta er bláklukka. Eilíðafjöfull hann á bakvið. Ok. Þetta er garðagleimirey. Á bakvið augun. Þarna er nellikka. Þetta er skriðnablóm. Blómstra með hvítu. Þessi planta heitir Erica carnica. Þetta er þúfusteinbrjótur. Nei, hvað? Þetta eru prímólur, það eru búin að blómstra snemma á vorin. Þetta eru völskueyra.
Þetta er snæbreiða, þetta hvíta. Þetta er plox. Þannig kemur geðmatur. Og postulínsblóm. Jú, nei. Það er það sem við erum að tala um. Þessi rauða jurt hérna, það er lín. Þessi fallega jurt hérna, hún heitir rauðkollur. Þetta er mjög falleg. Mjög falleg jurt. Sérstaklega vöxtuleg og falleg. Þetta er nellikka. Ekki farin að blómstra ennþá. Gem. Gemsufífið, þetta er stór og mikil jurt. Búin að blómstra núna. Venusvagn, sem allir þekkja nú. Ég er nú ekki alveg klárað þessu, en ég held að þetta sé kampanúla.
eða klukka. Þetta sporasóley. Blómstrar svona dökkbláu. Þetta garðabrúða, stór og mikil jurt. Sennilega hér orðin 70-80 cm. Þessi stóra jurt þarna, þetta risa fífill. Ber nafnið svo sannarlega með rentu. Hann orðin hér á 2 meter. Sennilega vel það. Óskaplega mikil gróska í honum. Verið sá sér. Hann með svona margar körfur saman. Mörg blóm. Þetta er kampanúla, eða höfuklukka. Blómstra þarna fallega. Þetta er Jakobsstigi. Hvað hann blómstrar á hvítu og bláu? Já, þetta er jafnvel til í svona fjólu. Já, hann blómstrar í ýmsum litum. Skemmtilega og auðveld í ræktun. Þetta er krísantimón eða friggjabrá. Flestir kannast nú við. Þessi jurt hérna með stóru blöðunum, svona flaugils áfæða á þeim. Hún heitir ilmklungur. Geysilega falleg blöðun á þessu. Hentar best í svona hálfskugga. Stór og mikil blöð á þessu. Falleg. Þetta hérna er randagras. Nei, silkibygg, ekki nú randagras, silkibygg. Sumir vilja nú kalla þetta héraskott, það er ágætlega á því. Þetta er mjög fallegt, óskaplega fallegi litirnir í þessu.
skemmtilegt svona í bed. Þetta er fjallafífill. Íslensk jurt. Þetta er orðið mjög gróskumikil í görðum. Löðin er ekkert ósvipuð og GM. Þetta er roðahetta. Og svo þessi hérna með rauðu blómana hittir Garðasól. Þetta er Veronika. Eða hvað kallar það? Eða langdepla. Blómstrar. Það er ekki farin að blómstra ennþá en það getur blómstrað bláu og svona aðalega bláum litum. Þetta er fífill. Þetta lítur nú út eins og baldursbrá. Gull-Jakobsfífill, þetta er sem við komumst næst. Eða seltan sem slíkur. Úr Hveragerði. Þetta eru mjög lík blómun á þessu og baldursbrá, nema mikið stærri. Og blaðalagi er allt öðruvísi. Falleg jurt. Þetta veit ég ekki hvað heitir. Þetta fekk ég út á Akranesi. Gleymi nú að kveikja. Þessi jurt hérna, ég veit ekki hvað hann heitir. Hún er óskaplega falleg. Hún blómstrar hérna í bláu eins og við sjáum. Ljósbláu, bleiku og hvítu. En því miður þá hef ekki hugmynd hvað hann heitir. Eða hvert hann er fjörlegar eða einar eða veit sem stengin deil á henni. Það er mjög falleg enga síður. Garðasólin, hún er alltaf falleg og skemmtileg. Þetta er til í ýmsum litum. Gulum, hvítum, órans, rauðum.
sáu sitt alltaf mikið en það engin vandi að halda henni í skefjun. Hún alveg þess virði að þurfa að hafa svolítið fyrir henni. Þetta hjartarblóm. Þessu sjáu, þetta algjörlega hjartalega komið að þessu. Og rautt. Þetta uppáhaldsblómkona. Við erum lengi búin að reyna að glíma við að koma því upp. Þetta alveg með ólíkindu hvað þetta fallegt. Þetta getur orðið 70-80 cm á hæð. Hérna það svona 40 cm. Við settum þetta hérna inn á milli. Þetta ansið þröngt það. Gerða til að reyna að hlífa því fyrir vindum og veðrum. Sjá, það ekkert ósvipuð blöðin þarna á bakvið það. Þar sporasóley. Þetta ekkert ósvipuð blöðin og svo sennilega þetta skildarplöntur. Sjá, þetta rennur nánast saman. Þetta hansi skemmtileg jurt. Hjólkróna. Stór og mikil og blómstrar allt sumarið. Hún hér svona 8, 10, 90 cm á hæð. Hún bara svolítið niður núna í lokinu sem var í gær. Þetta tekið 9. ágúst 1981. Hérna aftur risafífillinn. Þetta planta frá því sem hefur sáð sér sjálf frá því í vor. Hún fer að nálgast metrinn. Svo það ekki vandri að búa til skjól úr honum. Þetta svo sterk og mikil jurt. Þetta ágætt það sem svolítið áveðra á. Þetta eilíðafífill. Sumarblóm. Þetta aldeilis fínt að þurrka þessi blóm. Þau halda algjörlega litnum. Algjörlega. Þetta legghau, innskúr, ángar. Alveg yndislega.
sérstaklega á kvöldin. Þetta er andagræs. Það á nú eiginlega ekki heima þarna, þetta er yfirleitt skemmtilegra alveg sér, til dæmis í grasflöt eða stórri steinhæð. Þetta verður hávaxið og sterkt. Þetta eru krísentimón, fjölær. Nú meira veit ég ekki um, ég keypti þetta hérna hjónu sem voru á ferðalagi, Hveragerði. Þau voru nú ekki með íslenska nafnið á henni. Þetta er 25 cm hátt og búið að vera svona síblómstrandi í allt sumar. Morgunfrúin, allir þekkja hana. Þetta er eitthvað fallegasta sumarblómi sem við höfum. Þetta vera í hverjum garði, alls sem mest. Þetta er sumarblóm. Þarna fyrir aftan er krísentimón, sumarblóm, randagull sem við varum að tala um áðan. Hérna er aftur kornablómi. Þetta er valmói, sumarblóm. Þetta er valmóin, sumar. Þetta er lín, garðalín kallað. Fallegt. Loka sér svona þegar ekki er sólskinn. Þetta er illir, Kanadaillir, falleg planta, hún er búin að blómstra núna, stórvaxin, reyndar er þetta runni hér en þetta getur, er í heimkynnunum 8-9 metrar hátt tré, mjög falleg og grósku mikil planta, runni. Þetta er 3 ára hér, þetta var bara smá planta.
við fengum hana. Núna þetta komið töluvert á annan metir og við fást mikið eftir því. Og þarna undir honum Nemesia. Þetta oft, mér finnst það skemmtilegt að setja svona sumarblóðum undir svona tré og runna. Þetta setur mikinn svip á svona fyllir upp. Sjá til mér hérna hef ég sett alveg í þetta beð hef ég sett Nemesiu. Svo vitið þá hann í ymsum litum Nemesian. Það fyllir oft ansi mikið upp svona. Þetta Alpa Rose, sígræn. Hún blómstraði óskaplega mikið í sumar. Hérna ég með hana í potti. Sést nú ekki, en svo hugsaði ég mér að færa hana bara inn í gróðurhús í haust. Hún blómstraði alveg óskaplega mikið og lengi. Hún sígræn og talin ansi viðkvæm, en getur lifað út í görðum eða birtir utanum hana á haustin og hún svo sannarlega þess virði að leggja mikið á sig fyrir hana. Maður gleymir ábyggilega aldrei blómanum af þessu. Hérna hún vaxið alveg geysilega mikið. Þið sjáu það ljósgrænu blöðum, þau voru ný. Þetta alveg 30-40 cm sprotar. Svo viljum við hlakka til næsta sumar. Sjá hana. Velkomdu blessaður. Þetta rauðtoppur sem allir þekkja nú. Sýrina. Það er svolítið bátt hjá mér. Nú Alpa Rifs. Það er nú aldrei blómstra hjá mér og virðist eiga svolítið bátt. Kólan sem ekki í vor. Þetta rós, rauða, blómstra svona mikið í vor og sumar, eða í sumar. Þetta Hansa rugosa eða garrós með fylgdum. Það eru bæði til sem sagt með einföldum og fylgdum. Það eru yfirleitt fallegri þessi Hansa rugosa. Nú þarna rauðblaðarós. Þarna ég með svona fjölört beð. Já, fjölört beði. Fjölört og einært. Það Nemesiurnar að undir. Þetta eru stjúpur.
Þetta er fjöleira beðið hjá mér. Þessi stóra planta hérna, þetta er skessujurt, þetta er eitthvað skylt hvönn. Ofsalega plantaleg. Sjáðu það, hún er að verða 3 metra há. Hérna er ég með garðasóluna undir birkitrjám eða runna birkitrjám reyndar. Sjáðu, þetta lyftir ansi mikið upp svona að vera með. Með hana þarna undir. Þarna í gróðurhús eru dalíur og rósir.